Lesblindan er ekki meðfædd, hún er lærð. Einstaklingurinn hefur til að bera ákveðin persónueinkenni, er oftast myndrænn, forvitinn og skapandi, sem gera það að verkum að hann á mun auðveldara með að vinna með allt sem er sjónrænt, verklegt og skapandi. Allt sem er táknrænt og huglægt er hins vegar líklegt til að valda honum vandræðum. Athygli. Athygli er það ástand þegar við erum meðvituð umhverfi okkar. Við fylgjumst með því sem er að gerast í kringum okkur. Við þurfum athygli til þess að læra. Til þess að læra eitthvað þurfum við að taka eftir því. Við lærum til dæmis ekki í svefni. Nemendur sem eiga erfitt með að einbeita sér, eiga erfitt með að halda athygli. Þessi hópur lendir oft í námsörðuleikum. Athyglin er fyrsta skrefið í minnisferlinu. 1. Við tökum eftir einhverju. Þurfum athygli. 2. Heilinn skráir upplýsingarnar, setur þær í samhengi. 3. Upprifjun. Sækjum upplýsingar í minni og notum þær. Við ruglum hugtakinu minni oft saman við hugtakið athygli. Við teljum okkur oft gleyma einhverju þegar við tókum einfaldlega ekki eftir. Margir segja sem svo, ég er með svo lélegt minni. Minnið er ekki hlutur, ekki líffæri. Sumir eru slæmir í hné eða með léleg lungu. En lélegt minni? Minni er samspil margra þátta, til að mynda varðandi það hvernig við tengjum upplýsingar saman. Grunnatriðið er að setja nýjar upplýsingar, það sem við erum að læra, í samhengi við eitthvað sem við vitum fyrir. Að tengja skammtímaminni við langtímaminnið. Helsta ástæða þess að við teljum okkur gleyma einhverju, til dæmis nöfnum, símanúmerum eða hvar við lögðum lyklana frá okkur, er ekki lélegt minni, heldur skortur og athygli. Þetta skýrir ef til vill hvers vegna þeir sem glíma við athyglisskort, einbeitingar erfiðleika, til dæmis einstaklingar með athyglisbrest, ADD, virðast svo gleymnir og virðist ganga illa að læra. Að læra snýst nefnilega það að muna hluti sem kom okkur ekki beint við. Það tengjast okkur ekki persónulega. Okkur reynist mun auðveldar að læra og muna eftir hlutum sem hafa þýðingu fyrir okkur.